Þá bara byrjum við þetta. Já. Ef þú myndir byrja á því að kynna þig fyrir mig. Já, ég heiti Sæmundur Ólafsson. Já. Og þú ert fæddur og uppalinn í Grímsey. Já, ég er það. Já. Þú varst á sjó núna Já, að veiða. Hvað varst að veiða? ég var að veiða ufsa. Gekk bara þokkalega. Já. Ertu mestmegnis að veiða bara ufsa eða ertu Já, ufsa og þorsk, svona. ufsa þess til skiptis? Já. En þú býrð allan ásins hring hérna í eyjunni, það ekki? Ég er mikið hérna, ég er kannski ekki allt árið. Við fluttum hérna, sko, fjölskyldan flutti hérna 2006. En ég er farin að vera alltaf meira aftur. Núna síðustu 3 árin hef ég verið nánast. Ég myndi segja að væri 8-9 mánuði hérna á árinu. Já, yfir vetrartíma líka. Já, ég veit það líka. Og hvað eru margir sem eru hérna yfir vetrartíman? Bara svona... Það getur orðið alveg mjög fátt, sko. Það fer alveg niður fyrir 20. Já. Það er svona fer eftir veðráttu og svoleiðis, sko. Það er náttúrulega ef að spáir leiðilega og þá fara menn bara á meginlandið. Ef það er svona langvarandi vont veður þá fara menn bara og eru inn á Akureyri eða á Dalvík. Það eiga mjög margir íbúðir eða hús annaðhvort á Dalvík eða Akureyri. Og það kom hérna ekkert fyrir löngu síðan, þá voru 11 manneskjur hérna í hálfan mánuð. Það var bara 1 kona. Já, eru meira af köllum sem eru þá... Já, þetta eru mikið svona kallastörf hérna, fáar konur sem að stunda sjóinn. Og hérna, gegnum árin hefur það bara verið nánast eingöngu. Það hefur komið hérna konur og verið á sjó en það er miklu minna það. Já. Þannig að já. Er alveg nóg að mat í búðinni eða þurfum við að taka með ykkur vistir? Það er fæst allt svona nauðsynlegt sem er það nauðsynlegasta og bara allt í góðu lagi þannig. Já. Náttúrulega allir að reyna að versla í heimabyggð sem til að reyna að halda þessu við að það sé verslun á staðnum, sko. Já. Er nægileg þjónusta að þínu mati sem Akureyrarbær er að veita Grímsey? Já, það er náttúrulega sko endalaust hægt að segja að það vanti að græja og gera en ég held ef ég á að vera alveg hreinskilinn þá held ég að þetta sé nú bara í þokkalegu lagi, sko. Já. En auðvitað er alltaf eitthvað sem að menn vilja fá en það er bara ekki hægt að gera allt. Já. Heldur að byggðin leggist af einhvern tímann á næstu árum? Ég er að vona ekki. Ég er bjartsýnn. Það er að verða einhver núna viðsnúningur með túrismann. Sérstaklega núna finnst mér að vera í sumar og síðastliðið sumar. Það er orðið svo mikið af fólki sem stoppar. Ég er kannski vikuna. Það er þá aðalega fólk sem er fuglaljósmyndarar. Já. Það hefur aukist bara jafnt og þétt síðan að það byrjaði að koma, ég veit ekki hvað er langt síðan að fyrstu hóparnir fóru að koma. En það hefur aukist mikið núna seinni árin, sko, og fólk sem er að koma aftur og aftur jafnvel. Já, og þá kannski störf sem kæmi í kringum það eða? Jú, það er náttúrulega alls konar þjónusta, það er gistingar og matsölustaðurinn og þannig að það er alveg lofar bara góðu, sko. En auðvitað vantar eitthvað með því og það hefur náttúrulega sjómennskan verið eða fiskveiðarnar verið drifkrafturinn. Já. En fiskveiðistjórnunarkerfið er bara eitthvað þannig að það er erfitt
Það er mjög eða vonlaust að byrja, það er bara ekki hægt. Já. Verður að taka við einhverjum öðrum eða? Já, þú verður helst að erfa þetta. Já. Það er bara En þú ætlar að staðan þannig. vera hér í eynni bara allt þitt líf? Ætla ég? Já, allar eins lengi og getur. Ég hef nú sagt það sko, ég hef búinn að tæma húsið mitt. Ég hef búinn að flytja 3 svar inn í sama húsi. Ég hef búinn að tæma það 2 svar síðan að við fluttum fyrst inn í það sko 97. Þá flytjum við, nei, vitlaus, 87 flytjum við inn í húsið. Ég er alveg ruglaður í árunum. Já. Og ég er búinn að tæma það 2 svar sko. Ég held ég væri bara búinn að fá nóg af eyjunni en það var alltaf eitthvað sem tók mann tilbaka. Kemur alltaf aftur? Já. Já, hvað finnst þér hátíðina sem er búin að vera núna? Ég veist þetta bara allt svona er bara óbáslega jákvætt. Já. Alveg stórkostlegt og gaman að fá gesti. Það er bara sama hvað þeir eru að gera og fást við. Það er bara mjög gott og jákvætt. Já. Áttu einhvern uppáhalds sjómannasöng? Og ég? Já. Oft verið að pæla í því sko, hvort að sjómenn séu mikið að syngja það sko? Það er náttúrulega bara Síldarvalsinn er svona með því. Síldarvalsinn? Já. Já, ég veit ekki hvort ég syngja fyrir þig? Já, ég hefði gaman að því sko. Nei, ég sleppi því. Fáðu þennan hérna til að syngja fyrir þig. Til að syngja? Þetta er baríton. Já. Baríton. Ert þú tenor? Ég held ég sé bara laglaus. Já. En oft hérna í kaffinu þá spyrjum við fólk hvernig það tekur kaffið sitt. Já, ég tek það svart. Þú tekur það svart? Já. Og helst uppáhelt. Helst uppáhelt? Já. En þú sætti við? Það sætti mig bara ef kaffibragð af því. Það er mér alveg sama hvort það er heitt eða kalt eða hvað. Já. En uppáhaldið mitt er bara gamla góða uppáhellingin. Já. Það er bara svoleiðis. Það finnst mér besta kaffið ef það er gott. Já, akkurat. Þá ætlum ég bara að þakka þér kærlega fyrir spjallið og bara gangi þér vel á sjónum. Heiðu, þakka þér fyrir. Takk. Vel. Heldur ég ætti að fara að svara tímann?